Já, Heimir, til hamingju með nýja samninginn, hvað er svona efst í þínum huga í dag? Ja, aðalega bara stoltur yfir því að vera treyst fyrir þessu stóra verkefni og að mér skuli vera treyst fyrir því að stjórna þessu í 4 ár, 2 með Lars og 2 sjálfur og ég vona að það sé út af því að ég er búinn að gera gott starf hér hjá KSÍ. Til að líka áðan að IBVF, þetta er líka hrós til þeirra? Já, þeir mega vera stoltir af því, þeir gáfu mér verkefni þegar ég var 17 ára, ég held að ég geti orðið góður þjálfari sennilega því ég var bara svo lélegur leikmaður, en gáfu mér verkefni og alltaf stærri og stærri verkefni og nú er ég komin í stærsta þjálfarastarfið á Íslandi og þeir mega vera stoltir af því. Talar það á fréttamannafundinum að þegar þú tókst að þér þetta aðstoðarþjálfarastarf, þá hefur þú kannski vitað minna landsliðsþjálfarastarf heldur en þú hafðir sjálfur talið? Já, ég var fullur sjálfstrausti komið hérna og ég held að ég væri nógu góð til að þjálfa þetta landslið en eftir þessi 2 ár þá er ég alveg sannfærður það að ég var það ekki og hefði örugglega gert mörg mistök á leiðinni og það er allt annað að þjálfa atvinnumenn heldur en áhugamenn og sem betur fer þá fékk ég góðan kennara í Lars og fæ að vera með honum 2 ár til viðbótar og ég ætla að þurrmjólka hann. Hverju svona breytir þetta að þú sért komin núna í fullt starf og orðin aðalþjálfari við liðans? Fyrir landsliðið þá meinarðu, sjáanlega breytingar verður örugglega ekki miklar. Við höfum okkar kannski sterkur hliðar, ég er góður á hliðum sem að hann er ekki, þannig að við höfum svona fundið góða leið til að vinna saman. Ég mun kannski taka eitthvað meira af hans hlutverkum á fundum eða á æfingum, eitthvað svoleiðis en ég held að sjáanlega breytingar verði ekkit miklar þannig séð. Ég mun að sjálfsögðu hugsa lengra fram í tíman heldur en hann og fylgjast með yngri leikmönnum og kannski reyna að tróða þeim inn í þennan hóp svo að liðið verði betur eftir 3 ár. En nei, það er nú kannski það góða við að þetta þvingar okkur til að hugsa svolítið lengra fram í tíman. Kjarninn verður náttúrulega áfram í landsliðinu, það eru ungir strákar að banka á dyrnar í U21 árs liðinu. Já, ég held að framtíðin sé mjög björt í íslensku fótbolta, ef við rætti það nú áðan, ég held að 2013 sé besta knattspyrnuár í sögunni. A-landslið karla, A-landslið kvenna eru bæði að ná sínum besta árangri til þessa og öll yngri landsliðin að standa sig vel. Félagsliðin, FH Breiðablik eru alveg við það að komast í riðlakeppni í Evrópukeppnum og þar eru íslenski þjálfarar og þeir eiga sennilega mest að hrósi út af þessum árangri, íslenski þjálfarar sem hafa gert ótrúlega góða hluti. Náttúrulega mikið svekkelsi eftir leikinn í Zagreb, hvernig hefur svona gengið að ná sér eftir það? Jú, maður svona, ég er ákaflega lélegur tapari og þeir sem mér þekkja, þeir vita hvernig ég er eftir tapleiki og ég læt mig nú yfirleitt bara hverfa. Veit að ég er ekkert góður í skapinu eftir tapleiki. Auðvitað fer maður að hugsa hvað við hefum getað gert betur og ég held að það sé líka bara hollt að við skoðum allt, bæði við Lars og umgjörðin og allt og öðruvísi tökum við ekki framförum nema að við reynum að bæta það sem að fór illa en svona til þess að fegra kannski minninguna að fyrst við áttum að eiga lélegan leik þá var ágætt að það var í þessum leik því að ef þessi leikur hefði komið fyrir þá hefði við aldrei komið svona langt. Stóru fréttirnar svona eftir leiki sem voru Eiður Smári og það sem hann íjaði að því að hann myndi hætta, viljið þið ekki halda honum? Engin spurning og ef hann heldur áfram á þessu leveli þá er engin spurning að við viljum halda honum áfram og vonandi bara ákveður hann það sjálfur en við skulum sjá hvernig ferillinn verður hjá honum, hvað hann ætlar að gera. Hafið þið rætt við hann eftir leikinn? Ég veit ekki hvort Lars hefur gert það, ég hef ekki gert það en við munum örugglega tala við þessa leikmenn í rólegheitum núna þegar ný verkefni fara birtast.